Ég var að hitta Kylian Mbappé og núna erum við komin í dýragarð. Eiginlega helsta martröð eru fuglmann, mér finnst þeir ágæðislegir. Jú, við erum mætt á nýtt Buc-ee's. Og nú er allt í henni komin þriðjudagur, við erum í smá roadtripi og þið myndi aldrei giska hvert við erum komin. Jú, við erum mætt á nýtt Buc-ee's. Vá, þetta er sem sagt stærra Buc-ee en þegar við vorum síðast. Við erum sem sagt að fara í dýragarð í San Antonio og það er klukkutími 1,5 cirka að keyra og það er smá pissupása og mönnspása. Þetta er aðeins öðruvísi. Þetta er nákvæmlega eins og það sem við vorum á. Smá breytingar, en það er pakkaðin inni. Ég og Sella fórum síðast í sliced brisket sandwich. Hún var mjög fín. Við erum samt núna að pæla að fara í chopped brisket sandwich. En núna er ég með valkveða, af því mér langar líka í Carolina pulled pork sandwich. Ok, þetta er chopped. Já. Þetta er chopped brisket samloka. Hún lukkar alveg vel. Gott. Mjög gott. Betri en hitt. Þetta hérna góðs kostaði $1 og 19 cent. Þannig að setja aðeins upp í andlitið, við langar bara að sjá. Akkurat. Ok, eitt af því sem er að koma mér óvart við þetta Buc-ee's er, við erum að labba inn og þau eru að óska eftir starfsfólki. Launin sem þetta fólk er að fá er að koma mér á óvart. Sérlega á ég að fá sér mjög spicy beef jerky. Ef þú ert verslunarstjóri á Buc-ee's, þá er þetta að fá 200 til 275k dollara á ári. Þetta eru cirka 20 til 30 milljónir, 2 til 3 milljónir á mánuði í laun. Geðveik laun. Þannig að ef þið viljið fara á Buc-ee's og vinna, þá mæli ég með. So I am with Carson. JP. Where JP? Yeah. Insane name. Wow. Where are you guys from? Cedar Park, Texas. Austin, Texas. So Buc-ee's is very normal for you guys. Yeah, Buc-ee's. 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 Oh We yeah. come here on like road trips all the time. all the time. What is your favorite thing about Buc-ee's? Probably the sandwiches, the brisket sandwiches. I tried that one on Friday. Now I tried this one like 5 minutes ago. They're so good. Very good. They're so good. I'm gonna come here many times. I'm in Texas for 3 weeks. I've been here 2 times already. I'll be here like 10 times. Okay, it's 3-card Monty. Okay. Okay. So all I want you to do is follow the 5. Okay. Okay. So we got a joker just like that. I want you to put out your hand. Put out your hand. All right, we got a joker. We'll take it. Okay. And we'll just flip it, and I'll give you the 5. Okay. What do you have in your hand right now? I have the Joker. You have the joker, Yeah. or you have the 5. I have the Joker. The 5 is over here. Do you see how I did that? Sko, ég tók þetta extra large Buc-ee's glas fyrir roadtripping sem við erum að fara í. Við erum búin að keyra í 40 mínútur. Það eru 40 mínútur eftir og við erum að koma út í bíl frá Buc-ee's. Þetta átti að vera 5 mínútur stopp. Við erum búin að vera hérna í svona hálftíma og já, má ég sjá hvað er mikið eftir? Ég heyrist að það sé ekki mikið eftir. Þetta átti að vera fyrir roadtripið, það er, já. Það er bara the ice eftir. Höldum áfram. Við erum komin í einhver dýragarð út af því að það er skýjað og þá er best að sjá dýrin. Ég er sko móð af því ég var að pissa og það var sko allt út í fokki kóngulóarvefum. Ég fæ svona bara klí og tromba býta aðeins, ég bara get ekki býta aðeins. San Antonio Zoo wow, hún bara hreyfist, það er bara veisla. Og núna erum við komin í dýragarð. Það kostaði $72 fyrir okkur 2. Ég er spennt að sjá ljónin. Já, það er já, allt góðu fólk að labba fyrir. Það eru svona ljón hérna fyrir aftan okkur og risaeðlur sem hreyfast. Manstu þetta er risaeðlugarðurinn sem við fórum í fyrir nokkrum dögum, Silla? Já, þær hreyfðist ekki, þessi hreyfist. Þær voru plast. Strax betra. Rar, rar. Þessi björn er bara eins og einhver hundur, sko. Dregst í fyrst skeitt sem dýrin er að koma. Þetta er örugglega gæi í búning, Silla. Dýrin er ekkert svona duglega að kíkja á okkur. Heyrðu, það er bara sundsprettur. Já, það er bara kósí. Þannig er please ekki að þetta. Þessi vill spjalla við fólkið. Hann er eitthvað svo ánægður. Þannig er svona ángríns, please ekki að þetta. Ég er samt bara eiginlega að halda að hann sé ekki alvöru. Þetta er nú stór flóðhaustur. Þarna er einhver tiny lítil kengúra. Svo er einn bara chillin' right over here. Þetta er giant ass gorilla. Við fáum bara beint raskat hennar, Silla. Ég er rosalega hræddur að missa kameruna mína niður hjá þessum nashyrningum. Eins og við sjáum Silla skemmta sér rosalega mikið. Er það ekki, Silla? Já. Var ekki að spyrja mig oft, Óli, hvað er þitt uppáhaldsdýr?
Jú, það eru gíraffarnir. Hversu sætir gírafar? Sjöðunum baby gírafa. Hann er ekkert eðlilega tiny, þú veist, með við hinna. Þetta er eina leiðin, er að fara í gegnum eitthvað svona bird fuglaheim og sko mín eiginlega helsta martröð eru fuglan, mér finnst þær ágæðslegir. Silla var svo rosalega þyrst. Má ég sjá hvað keypti þér? Þetta hérna, og er þetta gott? Þetta smakar þess að rúsína. Já, kostaði líka 6,48. Insane verð, sko. Og þá erum við búin í þessum blessaða dýragarð. Ég ætla að gefa þeim solid 7 einhvern. Ég hef farið í betri, ég hef líka farið í verri, en það var bara, þótt að þessi skýjað, það var ekki það heitt, en það er samt ógeðslegt, ég er ógeðslega sveittur. Þannig já, höldum ferðin okkur áfram. Ok, vlog, við erum núna inn á Chick-fil-A að fá okkur kvöldmat. Það er grunsamlega mikið að gera. Það er af því að það er Cow Appreciation Day, sem ég skil ekki af hverju að þetta er kjúklingastaður. Og það eru allir klæddir eins og kýr. Og þá færðu frían mat, en þú ert samt að borga fyrir franskar og drykki. Þannig við borgum $10 bara fyrir drykki og franskar. Ég fekk frían mat, þú þarf sem þetta klæðast eins og kú, eða lítið eins og kú, eða verið litum eins og kú, og greinilega er ég það í dag, þannig að ég fekk frít. Þú veist, þarna er einhver sem lítur út eins og kú, þarna er fullt af kúm, þú veist, þetta er magna. Cow Appreciation Day, dress like a cow and enjoy an entry on us. Stendur í smálniðinni. Cow-themed attire required. Og just like that er kominn miðvikudagur. Klukkan er reyndar orðin 3 og við vöknum klukkan 8. Og hvað er ég búinn að gera í dag? Nánast ekki neitt. Eins og ég sjáu núna er ég einn í húsin okkar. Silla, mamma, Silla og bræðurinnar fóru út klukkan svona 11. Fóru í IKEA að skoða og er einhverju svona arcade dæmi núna. Akkur ég heima? Ég er að horfa á England á móti Argentínu. Ég ætla ekki að missa honum. Það er búið að vera grenjandi rigning í allan dag og rigningin var að hætta. Fór samt í hálftíma gym áðan, annars er ég bara búinn að vera að horfa á leikinn og edita vlog og eitthvað svona þannig. En seinni hálfleikurinn er að fara að byrja, þannig að ég ætla að fara að horfa á hann, sjáumst þetta í leik. Heyrðu, og þá er allt í einu klukkan orðin 7, eða hálf 7. Þau eru ekki ennþá komin, þau fóru klukkan 11, þannig að mér er búinn að drepleiðast í dag. Ég ætla að fara í gym aftur, svo ætla ég hugsaði, nei, ég ætla að frekar í golf simulatorinn sem ég er hérna. Labbaði þangað, nei. Það er einhver þar. Þannig ég fór aftur inn í íbúð og hugsaði, hvað andskotar má ég gera? Sendi á Sillu, hvenær komið þið? Þau bara, við ætlum út að borða á Chili's með afennar og frænkunar. Ég bara, veistu hvað, fuck it, ég panta Uber. Þetta er samt alveg sko, þetta er svona 35-40 mínútna Uber. Og hann Wendell er að koma eftir 2 mínútur á bláum Kia. Þetta verður spennandi. En ég er actually mjög spenntur af því að mér langar ógeðslega mikið í Chili's. Ég er búinn að kreyfa hann í, ég er ekki búinn að kreyfa það lengi. Ég er bara, mér langar að fara á mögur með úti og gott bara að nýta tækifæri núna. Líka bara ég var að fatta, ég er ennþá í ræktarfötum, en þú veist, þau eru hrein þannig að þetta ætti að vera ok. Það eru 28 gráður úti núna held ég. Það er kalt inn í Texas. Ég er mjög spenntur eftir nokkra daga þegar að vera 35 plus gráður. En förum í Uber. Til að fekk sér kjöt og double mashed potatoes eða lúkar, smá eins og jullur. Og ég fekk mér steik og franskar. Bara hérna. Byrjum daginn á líklegast stærstu bjöllu sem ég séð. Þú veist, in comparison á puttanum mínum, ef þetta þarf að fókusast. Já, þetta er insane stórt. 16. júlí í dag, 5. dagur. Silla er í rosa góðu skapi, eða ekki? Jú. Það sem við erum að gera núna er skóibúðir. Þetta er síðasti skíadagurinn í dag. Eitt dag sem langar ógeðslega mikið að prófa er að panta robotaxi frá Tesla. Við sáum einn daginn og ég fyrst að búa til nýjan account sem er frá USA og ég downloada appinu og núna er að reyna að panta ride en það er bara eins og það virki ekki. Þetta er bara svona. Það stendur bara high service demand og ekkert að frétta. En ég meina ég er búinn að downloada robotaxi í gamla símanum og Waymo. Það virkar ekki að búa til Waymo account by the way. En ef ég opnaði þetta þá virkar það, þú veist, ég er right on the edge en það virkar ekkert því miður. Ég keypti Brandy hér. Ég keypti mér Nike hlaupaskó. Kostuðu ekki mikið, kostuðu 25 skall og þeir eru geðveikir. Veit ég hvort það sést. Jú, þarna er Silla. Silla er sem sagt að skoða íbúðinni Lush. Nei, núna er hún. Þarna er hún. Silla er að missa sig í Sephora sko. Við vorum í Sephora og það var allt til sem ég langaði í. Þannig að við erum næst í 40.000 krónum fátækari. Mér langar eiginlega ekki að hugsa það. Við erum búin að vera hana hjá
hérna sem við erum núna í svona 1,5 tíma. Við erum búin að, Silla, ég er ekki búin að kaupa neitt. Kaupi Nike, Lush og Sephora og Skims. Nú erum við búin með helmingin af þessu. Þetta er basically bara svona eins og Laugavegurinn, bara aðeins betri og heitt og betri búðir. Við erum basically að labba í áttina á bílnum og fara hinum meginn og skila þessum pókum og það er orðið ógeðslega heitt. Ég er að svitna ekkert eðlilega mikið og ég nenni ekki að halda á þessum pókum, þannig að drifum okkur út í bíl og skilum öllu. Segð mér hvað þetta eru margar kaloríur? 1500 til 3000 kaloríur. Svipa hamster kannski. Ó nei! Þú tókst skeiðina mína. Örstuð storytime, ég og Silla eru svolítið í pink. Og Silla kemur, hún fær notification í úrið að mamma sé að hringja. Hún er eitthvað að mamma er að hringja, getur rétt með síma þinn? Nei, síma minn. Ég er eitthvað, ég er ekki með síma þinn. Hún skildi hann bara eftir einhvers staðar í búðinni. Bara sett hann niður og hélt áfram að skoða. Hún hefur gert þetta áður. Hún einu svona glemdi símanum sem ég búði í London 4 tími fyrir flug og þurfti að hlaupa einhver 2 kilometrar tilbaka. Hún er alveg ótrúleg sko. Það byrjaði einhver insane rigning. Rosalega þrjumur sko. Og nú er klukkan 5. Við vorum að koma heim and we did some damage. Ok, sko, ég er komið nýtt hobby og mér vantaði skó fyrir það og sko vanlega myndi ég aldrei fara í svona skó en mér finnst æfingaskór mega vera skemmtilegir. Óla fannst það fyrst of bleikir, hvað finnst þið núna? Sko með við mikrofónin, hann er smá bleikur. Finnst þér hann ennþá of bleikur? Smá. Finnst þér hann ljótur? Nei. Já, Silla keypti skó í Nike, keypti eitthvað í Lush, fórum í Skims, Silla eitti miklu Sephora, hún fór í Pink, hún fór í Lulu og ég keypti eina treyju. Ég fór í uppbóls fótboltabúðina mína aftur að því að það var afsláttur og ég fekk mér þessa Angel City treyju og planið er að merkja hana Swindis Jane aftan á. Ég held að hún væri geðveik. Núna ætlum við að slaka á í smá og svo er að fara út að borða. Við fórum út að borða á bara flottum hamborgarstað, matur var mjög fljótur að koma. Þetta var áhugavert. Silla, hvað gefur þínum borgar í einkunn? 1/10? Ég ætla ekki að nefna svona 7/10. Ég fekk mér, hann heiti hvað? El Gring, nei, ég man ekki hvað hann hét. En hann var ógeðslega spicy og ég gleym alltaf að spicy hlutir hér í Texas er actually spicy að þeir panta spicy á Íslandi. Ég er bara svona, hvað er allt spicy en holy shit. Ég þurfti að taka jalapeno af, þannig ég gef honum svona 7/10. Já, ég fekk eitthvað Wagyu borgara, hljómar ógeðslega vel. Mér fannst samt In-N-Out borgarinn bara miklu betri, þannig að ég ætla að gefa honum bara 7 líki í einkunn. Áður við endum þetta vlogg, þá var ég að fatta að í síðasta vloggi eða þar síðasta vloggi, þá gleymdi ég að segja eitt sem gerist í vikunni. Ég var að hitta Kylian Mbappé, fyrirlið franska landsliðsins, herforingi og bara eitt besti fótboltamaður í heimi. Hvar hitti hann? Ég hitti hann síðasta mánudag og ég er náttúrulega í Texas og þeir voru að keppa undanúrslitin á móti Spáni í Dallas sem var bara rétt frá staðnum sem við vorum á þá. Við vorum í einhverju outlet-máli. Af hverju gerði ég ekki sérstakt TikTok þar sem ég var að taka upp vídeó með honum? Þetta gerðist ógeðslega hratt. Við vorum hana bara og svo segir Silla, þessi gæi er ógeðslega líkur Mbappé. Ég kíki fyrir aftan mig og svona 5 metrum frá mér er hann að labba hérna. Síminn minn er í vasanum. Silla er í símanum sínum. Ég hef ekki tíma til að taka upp síman og vera bara hey Mbappé, can I take a video with you? Hann myndur örugglega að segja nei. Þannig ég segi bara, Silla, taktu mynd. Leið hún lappar, þá segi ég bara one photo. Tök mynd, það tók 4 sekundur og svo var hann bara farin. Þetta var next level fljótt og ég postaði þessu á Instagram story og vanlega fá Instagram story mín ekki svona mörg áhorf en þetta fekk 7500 views og ég fekk marga spurningar. Þessi spyr hvort það sé AI, ef ekki þá ertu nettastur. Ekki AI. Þessi hann sagði hættu, hann er orðlaus. Ég sagði þetta var geðveikt. Ekkert unnar TikToker, hann trúði þessu ekki, hann sagði spurningverki, þetta er eitthvað lookalike og ég sagði hélt það fyrst, var með Thuram, Kone og Tchouaméni, fór í létt panik og hann svaraði what the fuck. Hann Kasper segir, what the fuck, that's crazy og ég segi insane. Svo er einhver gæði sem ég veit ekkert hver en hann segir, that's a lookalike. Svo eru fullt af fólki sem likeðu þetta story. Yfir 850 likes bara á þetta story. Þannig ég held að getum öllur sammála að þetta var besta bólamynd ársins. En já, þetta er the story time hvernig ég hitti Kylian Mbappé og þessi sög er öll fake. Ekki trú öllu sem sjá á netinu, þetta er bara AI, hérna er original myndin. Mér langar að sjá hversu létt var að plata fólk og það virkaði greinlega mjög vel. En já, message requestin á Instagram hjá mér voru annarkort AI, mjög hissa, einhver sagði þetta er stórt. En það var svona 75% trúðu þessu, 25% trúðu þessu ekki og því 25% trúðu þessu ekki, vel gert hjá ykkur. Og þetta er ykkar viðvörun að ekki trú öllu sem sjá á netinu. Af því að AI er orðið insane gott. Og til dæmis dæmi bara með thumbnailin á þessu YouTube-vídeói. Þeir eru rosalega mikið AI-uð og það
ekkert alvarlegt á bak við þetta. Þetta er bara af því mér finnst það fyndið og flip. Það var einhver sem sagði bara eitthvað, ekki taka þessu illa, en mér finnst það eins og þetta að hætta þessum AI thumbnailum. Ég er sammála, bara mig langar að gera þessi vídeo sem mest áhugaverð og ekkert alvarlegt á bak við þetta. Þannig að nota AI thumbnails, það er bara ógeðslega fyndið og ég er bara búinn að sjá á klikkreitinu ef þú fer í YouTube Analytics, það gengur bara miklu betur sem er ógeðslega fyndið. Og þú veist, ég er að grína þessum thumbnail eins og við viljið, af því að mér finnst þetta ógeðslega fyndið sjálfur, af því að þú veist, þegar ég horfði á YouTube fyrir 10 árum, þetta voru thumbnailin sem ég var að sjá og ég var bara, wow, geðveikt vídeo. Og núna þegar ég ger þetta sjálfur, mér finnst það svo ógeðslega fyndið að ég sé að gera þetta. Og ef þið þekkið mig að vita að það skiptir engu máli. En þið 75% ná að plata, I'm so sorry. Við sjáumst, bye. Anyways, næsta vlog sem við munum sjá er helgarvlogið, föstudagur, laugardagur, sunnudagur. Á morgun föstudagur erum við að fara í Vatnsrennibrautargarð. Ég mun örugglega ekki vlogga neitt í garðinum, who knows. Við sjáum það bara í næsta vlogi, 50. 16. júlí í dag. Ég held að Spánn vinni Argentínu 3-2 í úrslitaleik HM. Ég bara spáði hér og nú. Ég held að þetta vlog komið mér þess á mánudegi, þannig að þetta meikar ekki sens að spá. Ég gæti verið að svindla, en ég lofa þér ekki að svindla. Heyrðu, ok, við sjáumst, bye. Nú erum við að fara að borða barbecue. Oh my god, hvað það lítur geðveikt út. This is so good, right? Þetta er mjög gott.